Já, komið sæl. Við höldum áfram hér í þessu marathon málþófi og núna staddur vestur á Ströndum eða Norðurströndum Guðmundur Hrafn Arngrímsson sem okkur kunnur, ekki síst fyrir það að vera baráttumaður fyrir bættri stöðu leigjenda. Sæll Guðmundur. Sæll og blessaður. Já, hvað segir þú? Þú vel klæddur, hvað vont veður? Já, heyrðu, það svona norðaustan suddi hérna og búin að hanga svolítið yfir síðustu daga, bæði frekar kalt og tiltölulega mikil úrkoma, þannig að það svona við erum að sinna æðavarpi hérna á Dröngum og höfum ekki komist út í Eyju í heila viku, þannig að við veitum ekki alveg hvernig ástandi á fuglunum en búist við að verði erfitt að vinna úr þeim dúni sem að við tínum úr Eyjunni næst. Það ekki, þetta búið að vera svona leiðinda veður. Já, en það sem í Eyjunni, það lítur að skipta ykkur miklu máli? Það skiptir miklu máli. Þetta myndalegt æðavarp sem við erum með hérna í einni Eyju og 2 hólmum undan strönd Drangajarðarinnar og hér hefur verið þessi varpið sinnt alla tíð og mörg 100 ára gamalt. Ertu strandamaður? Já, ég ættaður frá Ingólfsfirði. Það svona ættarhöfuð eyrarmanna svokallara var Guðmundur Arngrímsson sem langafi minn og svo bjuggu afi og amma fyrst á jörð sem heitir Seljanes sem við Ingólfsfjörð. Þeir fluttu hérna að Dröngum 1953 og amma mín hún úr Skjaldabjarnarvík sem næsti bær eða eyðibýli hérna fyrir norðan Dranga. Drangar eru svona cirka 2 daga gönguleið fram í sveit og hingað liggja engir vegir og hér ekki rafmagn en við erum komin með tengingu við umheiminn í gegnum þetta Starlink frá Elon Musk og hérna keyrum við það svona klukkutíma 2 á hverjum degi svona eftir því sem við getum hlaðið geimana hérna úr sólarrafhlöðum eða rafstöðum. Já. En segir mér Ingólfsfjörður var ekki byggð verksmiðja þar? Já, Síldarárum? Jú, það gríðarlega stór og mikil síldarverksmiðja sem byggð þar fyrir 1950. Já. Og var að þeim tíma fullkomnasta síldarverksmiðja í Evrópu þegar hún var reist en hún starfaði ekki lengi vegna þess að síldin hún hvarf úr flóunum tiltölulega fljótlega eftir að verksmiðjan var byggð en hún var lengi starfrækt sem rækjuverksmiðja. Þarna bjuggu hátt í 200 manns á sínum tíma og bæði vísir að þessu gamla þorpi enn til staðar og ég hvet Íslendingar sem að treysta til þess að keyra norður frá Hólmavík og norður í Árneshrepp að koma við á Eyri sem hugsanlega einhver merkilegasti staður á Íslandi og Ingólfsfjörður var í upphafi síðustu aldar svona eiginlega miðja alheimsins. Þarna var við að salta síld á einum 4 stöðum. Það var ekki bara á Eyri, það voru síldarsöltunar stöðvar á fleiri stöðum í Ingólfsfirði og þangað komið inn mikið af erlendum skipum, bæði frönsmönnum og norðmönnum og í seinna stríðinu þá þurftu aðmírálar eða freigátur með hátsettum flotaforingjum að sigla inn á Eyri og heimta þar lík fallinna sjómanna og hermanna sem að fórust hérna undan ströndum í skipalestunum sem að sigldu frá Ameríku til Rússlands í seinna stríðinu en hreppstjórinn langafa bróðir minn hann lét taka þessi lík saman sem að ráku hérna fjörurnar og búa þau og svo sigldu hérna flotaforingjarnir inn fjörðinn og heimtuðu líkin sem að var þá búa til grefturnar. Já, hérna en hreppstjórinn langafa bróðir minn hann fór fram á greiðslu fyrir viðvikið vegna þess að hann hafði virkjað húsfreyjarnar á bæjunum hérna í sveitinni til að sauma líkklæði þessa föllnu sjómenn eða hermenn og það varð úr svona nokkra þrætur úr því en á endanum þá gáfu Bandaríkjamenn og Bretar eftir og samþykktu kröfur hans og hann hafði það alltaf svona þau orð seinna
þá lutu mér 2 heimsveldi, sagði hreppstjórinn þegar gengu á kröfum hans. En þú segir þetta, eru þá margir erlendir hermenn grafnir við Ingólfsfjörð á Ströndum? Nei, það ekki það vitað franskar svona dísjar í Ingólfsfirði, en það ekki sérstakir grafreitir fyrir, en þannig að rak sérstaklega held ég veturinn 42-43 þá ráku tölvöld mikið af líkum þegar stór skipalest, held ég 30 skip, sigldu inn í Tundurduflagarði eða urðu fyrir Árásson kafbáta undan ströndum Hornstranda. Amma mín man vel eftir þessu, hún talaði það að þessar nætur þá hefðu bergmála í fjöllunum. Þau sáu aldrei skipin en það fór fljótlega að reka lík og alls konar lausamunir upp á fjörurnar eftir það. Já, þú segir nokkuð. En í vikunni sem að líða að þá sá ég frétt að voru 2 konur og sem hafðu fengið íbúð hjá Bjargi og þær sögðu báða sem þekktu það vera á hrakhólum í húsnæði en eftir að voru konar þangað þá sögðu þær að loksins ætti þeirra heima einhvers staðar. Þannig að sem sagt geta þeir verið í leiguíbúð, öruggar og búið sér til heimil eins og þær vilja. Sástu þessa frétt? Já, ég sá þessa frétt og þetta rímar alveg við þá tilfinningu sem að flestir sem að búa í eigin húsnæði þeir vinna fyrir að þarna eiga heimili, örugt heimili sem að svona mestu leyti undir þeirra eigin svona kannski atgerfi komið og tekjumöguleikum en það nú þannig með leigjendur og þeir eiga allt sitt undir í nánast hendi sem er leigusalana, bæði varðandi hvernig leiga hækkar og hvort þeir geta búið þarna til skemmri eða lengri tíma og það náttúrulega óásættilegt þetta og húsnæðisóöryggi sem að leigjendur búa við að öllu leyti vegna þess að þetta frumforsenda alls þess sem að þú svona getur skapa kannski í heimilishaldi og heimilislífi sem undirstaða bara sálræn heilbrigðis allra einstaklinga, það að búa við þetta öryggi. Þannig að þetta náttúrulega stórkostlega og Bjarg getur veitt fólki þetta miklu öryggi en því miður náttúrulega Bjarg bara ekki með nægilega fjölda íbúðum til þess að geta haft svona þessi stóru áhrif sem við þurfum í félagslegu húsnæði. Ég tek þetta líka þannig það sem þær voru að segja og tala í reynslu að hvað þetta að vera hvetjandi, ekki bara fyrir Bjarg heldur bara fyrir þetta kerfi alveg sama hvort það borgin eða einhverju félagsbústaðir eða hvað það sem tryggir fólki þetta öryggi. Það getur hengt upp sínar eigin myndir og búið sér til sitt eigið heimili. Já. Að sjálfsögðu á þetta að vera svona. Að fólk á að geta búið sig og gert sitt hreiður og til langt frama. Vegna þess að eins og segið, þetta undirstaða bara svona bara sjálfsmyndar og sjálfstjáningar fólks. En það nú þannig að það ákveðin stefna sem að ég veit að til dæmis OECD hefur verið að óta aðildarríkjum sínum. Það að búa til húsnæðismarkað þar sem að ákveðin hluti af vinnuaflinu á hreyfingu. Þar sem þau kalla þetta residential mobility og það nauðsynlegt að ákveðin hluti af vinnuaflinu búi ekki við húsnæðisöryggi vegna þess að húsnæðisöryggi fólks letur fólks til flutninga þar sem að atvinnulífið þarf að fólki að halda. Mér finnst þetta svona andstyggileg stefna vegna þess að við erum að fara misvið náttúrulega gríðarlega mikið afl í þjóð sem býr við húsnæðisöryggi vegna þess að fólk sem býr ekki við húsnæðisöryggi það nýtur sín ekki lífinu, það getur ekki skapa sér kannski frama eða þann svona þau lífskjör sem að annars væru og þar lendu orðið fullir þáttakendur í samfélaginu. Leigjendur borga ofta upp undir 50, 70, 80% af ráðstöfunartekjum sínum í húsaleigu sem annars færu í samneysluna og að búa til og skapa störf út í hagkerfinu og þarna sjáum við bara hversu neikvætt þetta kerfi
bæði sko gagnvart sálarlífi og sálarheil fjölskyldna en ekki síður bara gagnvart sko hagkerfinu sjálfu. Þess vegna skil ég oft ekki svona kapitalistana í íslensku samfélagi sem að sætta sig við þetta að ráðstöfunarfé 30% landsmanna fari í vasa einhverja leigusala sem að nýta það bara til að ná frekari tökum á húsnæðismarkaðnum. Þetta er náttúrulega bara kerfi sem að ber dauðan í sér og ekkert annað. Já, en svo þetta líka þetta félagslega, Guðmundur, að sjálfur þekki ég bara frá minni æsku, ég hef aldrei stigið í skauta og ekki á skíði fyrir en bara ég var fullorðinn maður og allt þetta, við sem að krakkar, börn sem að alast uppið ekki við, get ekki gert sama og hinn almenn að gera, setja eftir, get ekki verið þáttakendur, að það líka svolítið súr biti sem að þjóðin að kyngja, að það geta verið hæfileikar einhverja barna sem að ná ekki fram einmitt vegna þess að þeirra foreldrarnir borga megin hluta sinna tekna í húsalegu. Byttir fyrir og ekki bara það að svona ráðstöfunarfé fjölskyldna fari að mestu leyti í húsalegu heldur líka þessi sífelldu flutningar. Íslenski leigjendur búa að meðaltali í leiguíbúð í 22 mánuði. Það er að segja þeir flytja 5-6 sinnum á hverjum 10 árum. Og þetta náttúrulega hefur gríðarlega mikil svona bæði rof og svona óróa í för með sér hjá fjölskyldum og fólk sem getur ekki fest rætur, það er miklu erfiðara með það einmitt að geta nýtt sér þau tækifæri sem að samfélagið býður þeim. Og þetta, við erum að fara á mis við svo ofboðslega mikið afl í fólki sem að býr við húsnæðisöryggi með því að búa til þessar aðstæður, bara til þess að þjóna örlitlum hópi svona sjálftöku fólks sem að rífur innan úr eiginlega allt afl innan úr stórum hópi landsmanna og það er líka þetta ætti að vera forgangsmál hjá öllum þeim sem að búa í eigin húsnæði vegna þess að samfélagsmyndin sem að allir fara á misvið hún skiptir alla máli. Ekki bara leigjendur, þetta er ekki einkamál leigjenda eins og kom fram nýlega þegar verðbólga fór aftur af stað að 50% af þeirri hækkun á verðbólgu er vegna hækkunar á húsaleigu sem veldur aftur hækkun á vöxtum og verðtryggð lán hækka. Þetta er ekkert einkamál leigjenda að skapa sæmilegan leigumarkað og það er náttúrulega það tekur áratug eða 2 að byggja upp almennilegt félagslegt húsnæðiskerfi sem tekur utan þann vanda sem við búum við að meðan þurfum við þær lausnir sem aðra þjóðir hafa nýtt sér í formi til dæmis eins og leiðréttingu húsaleigu að setja þak á húsaleigu, takmarka uppkaup auðmanna á húsnæði og þar fram til götunum. Þetta verðum við að gera og þetta verðum við að gera bara strax. Og til þess erum við öll að vera svolítið virk í þessu. Ég var að segja fyrir í morgun að varandi verðtrygginguna og húsnæðislánin að þá hækkar verðbólga núna því að flugfargjöld hækkuðu. Var út af því flugfargjöld hækkuðu, þá hækkuðu afborganir og höfuðstóll skulda. Þannig að þetta það fólk sem mikið skuld út í þannig lánum á líka svolítið erfitt. Já, ég las þetta einmitt og þetta er náttúrulega svolítið langsótt að flugfargjöld verði til þess að lánastofn íslenskra heimila hækki einhverja milljarða. Þetta tekur engu tali. En húsaleiga hefur verið með þetta 40-50% af verðbólgu undanfarin ára og þetta eru náttúrulega tugir milljarða sem húsnæðislán landsmanna hafa hækkað vegna sjálftöku leigusala og leigumarkaði. Og hvaða þjóð myndi búa við þetta? Ég heyrði nú bara í konu sem er frá Spáni og hún sagði ef það liði 1 dagur á Spáni með viðlíka aðstæður við búum við, þá væri búið að kveiki hverja einustu ruslatönnu á götum borgar Spána. Það sagðist bara ekki trúa því að Íslendingar létu þetta yfir sig gang. Ég lenti í því, ég var í Noregi, þá var það svona ráðstefna, þá var að tala hrunið og ég þurfti að útskýra verðtrygginguna. Það var mjög flókið
að hafa svo sagt evróskir blaðamenn og vildu vita hvað verðtrygging væri. Ég vona að ég hafi haft mig gegnum það. En það er mjög erfitt fyrir að skýra út fyrir útlendingum hvernig lánin okkar eru. Já, ég getur sagt það sko, barsmóðir mín, hún keypti sér íbúð fyrir árið síðan og hún frá Katalóníu og hún fór bara hreinlega að hágráta þegar hún fekk útskrift af greiðsluáætlun bankans þar sem að henni stóð til boða að taka lán upp á tæpar 50 milljónir og átti að borga 200 og eitthvað milljónir tilbaka. Og hún sagði þetta getur ekki verið rétt. Og hún sagði þetta hlyti að vera glæpastarfsemi. Það hlyti að vera glæpamenn sem rækja þessa banka. Það er líkt og hún ímyndaði sér að bankastarfsemi væri viðhöfð kannski í svona löndum sem við teljum spilt, Búlgaríu, Rúmeníu álíka. En þetta gat hún bara ekki, sko, hún gat ekki ímyndað sér að nokkuð bankakerfi væri rekið svona að þú tækir húsnæðislán upp á 48 milljónir og borgaði 220 tilbaka. Og sagðist bara að þetta gæti bara ekki verið. Félagi Guðmundur, það er svo mikið að gera hérna í maraþónu. Ég þarf að fara út úr myndverinu. En ég ætla að segja eina, ég þekki Hilmar Thoroddsen strandamann. Og hann sagði einu við mig, við höfum lært það hér á Ströndu, sagði hann að við stökkum ekki við skurði í áföngum. Þannig að það þarf að drífa í þessu, ekki einhverja litla áfanga. Já, ég sammála þessu. Þetta var vel mælt af sveitningum mínum á Gjögri. Herru, takk fyrir spjallið. Takk sömuleiðis. Og fyrir ykkur á heldur rauðaborðið áfram eftir augnablik, en þið vita við erum með þessu útsendingu til að styrkja rekstur samstöðurinnar og þið getið farin á samstöðu.is og gerst áskrifendur til að tryggja framtíð þessar ágætu stöðar. En næstu gestir verða komnir í hús og ég þakka fyrir mig í bili. Hjálpið okkur að byggja upp dreifikerfi samstöðvarinnar með því að læka síður samstöðvarinnar á YouTube og Facebook. Bókvistun býður upp á alhliða bókhaldsþjónustu fyrir einstaklinga og fyrirtæki. Við byggjum á reynslu, faglegum og traustum vinnubrögðum. Bókvistun, alhliða bókhaldsþjónusta, Bæjarhrauni 2, Hafnarfirði. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt-brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Fortíðin var aldrei, hún aðeins er. Einkasýning Larissu Sansúr hjá Listasafni Reykjanesbæjar, opið alla daga nema mánudaga til og með 17. ágúst, Listasafn Reykjanesbæjar. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is. Húnavellir, fullkominn staður fyrir fjölskylduna. Ertu á leið norður? Húnavellir er fullkominn staður fyrir fjölskylduna. Tjaldsvæði með rammagni, gistiheimili, sundlaug og heitur pottur, líkamsrækt, leiksvæði fyrir börn, sparkvöllur, veiði í Svínavatni, rafmagn, hjólalega, morgunverðarhlaðborð, kvöldverðarhlaðborð fyrir hóp og húsbílar eru velkomnir. Hópatilboð í boði fyrir ættarmót, stórafmæli, fjölskyldu og vinafögnuði. Allar upplýsingar á Húnavellir 861 23 19. Húnavellir.is. Tryggjum sjálfstæði samstöðvarinnar, maraþón málþóf núna helgina frá laugardagsmorgni til sunnudagskvölds 28. og 29. júní í lengsta þjóðmálaþætti Íslands í beinni útsendingu. Verið með okkur helgina til að tryggja sjálfstæði samstöðvarinnar.
Gerist áskrifundur á samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu.